við erum að miða við svona hálftíma. Komið sæl og velkomin í þennan síðasta hádegisfyrirlestur í þríleiknum okkar náin samskipti. Við ákváðum að fá hann séra Bjarna til okkar og við ætlum að tala náin samskipti í fjölskyldum og við ættum nú að vita það því þú ert pabbi minn. Já. Gott að taka það fram, alltaf mikilvægt að taka fram tengsl í öllum svona. Matilda er þá vitni að því getur staðið sem vitnum það að hér stendur fullkomnur maður. Já, ég veit. Fullkomnur uppalandi. Það þarf ekkert að kryfja það. En við ætlum að tala meðvirk samskipti. Já. Og ég veit náttúrulega að þú ert búin að vera með meðvirkni á heilanum síðan ég man eftir mér. Já. Það er búið að fara í gegnum meistaranám og doktorsnám og við héldum að þá væri þú hættur. Já. Búin að fá nóg, en nú ert að skrifa bók. Já, já. Og ég held að við séum að byrja að setja okkur við það að þessi hættir aldrei. En mér langar bara að reyna að fá þetta á hreint, sko. Af hverju? Af hverju getur ekki hætt með meðvirknina? Matta, manstu þegar þú varst 15 ára, á þessum tíma þegar 15 ára stelpur, það voru allir svona mjaðmóð, það var svona bert á milli. Já, ég man. Britney Spears og allt þetta. Hvað fóru töðunar á mér. Og Það fór ekki frá hjá mér. Nei, og þú varst 15. Og einmitt þá, fyrir 15 árum, nú ertu, þetta var 17 ára. Já, 17 ára, já. 17 ára. Þá var ég að byrja að horfast í augu við eigin meðvirkni. Vegna þess að ég var að vinna, þá byrjaði ég að vinna í 12 spora vinnu sjálfur. Ég hafði staðið fyrir því að aðrir færi í 12 spor í Laugarneskirkju, þar sem ég var sóknarprestur, að ég sá að þetta gerði fólki svo gott og ég hafði lesið bókin og sá að þetta var, fólk kom bogið inn og gekk narrist út og ég var mjög ánægður fyrir hönd annarra. En taldi algjörlega að ég þyrfti ekki á þess að halda að ég væri búin að lesa bókin og væri auk þess alltaf að hjálpa öðrum. Þangað til að akkúrat á þessum stað í lífinu, þegar einmitt vildu svo til að þú ert unglingur og manstu, ég kom einhvern tíma til þín og spurði þig, Matildur, getur verið að ég beiti vonbrigðum? Og ég man alltaf svarið og ég man nefnilega, þú varst í þessu gremjulega borg, sko, bara þessi tíska, kom ekki aftur. Og þú varst 15 ára gerpi, sko, og bara, what, sko, já. Ert þú að fatta það núna? Bara unglingur, og svo sagðirðu, það kemur bara svona ákveðin hrukk á ennið þér og ég bara fæ í magann. Já. Sko, þetta er dæmi vanverk samskipti, af því við erum talað hérna meðvirkni. Já. Þannig að, það sem ég er að segja, það er út af dollu, sko, sem að maður fær það á heilan að þetta varandi vanverk samskipti, vegna þess að vanverk samskipti eru þannig í eðli sínu að þau eyðileggja jafnvel það mikilvægasta sem að er í lífinu, þau eyðileggja allt sem er einhvern veginn sem lífið treystir manni fyrir. Og já, þess vegna er ég nefnilega, ég er búinn að vera með vanverk samskipti á heilan. Og það sem að mér er orðið ljóst, og ég ætla einmitt, ekki svo góður með mig, ég þykist geta skrifa bók, að það sem ég ætla er búinn að sjá og er að finna leið til að segja frá og sína, er það, að þessi tilhneiging, þetta sem eru vanvirk samskipti, sko, það hefur þau áhrif bæði á heimsvísu og bara heima í eldhúskroppnum heima við, að maður verður, sko, að allt það sem er viðkvæmt, það fölnar og vissnar og einhvern veginn verður ekki af því sem það annars gæti orðið. Já. Og leiðin sem ég er að fara í bókinni er svo að ég tek söguna sjálfstætt fólk, Sem vorum öll látin lesa í sem við vorum grunnskóla. öll látin lesa.
þetta gríðarlega bókmenntaverk sem að sjálfstætt fólk þetta náttúrulega bara doðlagt og þetta komið saman í Kilju og hérna, þetta ofboðsleg saga og það sem söguna sjálfstætt fólk eftir Halldór Laxness það að þarna gerist það bil allt sem gerst getur í mannlegu félagi og einni fjölskyldu og einni sveit og einu þjóðlífi þarna fer úrskeiðis allt sem að úrskeiðis getur farið og það sem að Halldór Laxness að gera það hann að rannsaka tærandi samskipti, hann að rannsaka í hverju vanvirðan fólkin, í hverju framandleikinn fólkin þegar við látum okkur á sama standa það sem að lífið hefur trúað okkur fyrir og Bjartur í sumarhúsum sem að stendur þarna sem þessi svakalega magnaði karakter sem að Halldór Laxness teiknar upp hann vanvirða á fótum. Já, en svo upptekinn að því að sé sér sýnd virðing hann með virðingu á heilanum. Hann með virðingu á heilanum vegna þess að hann fullur af vanvirðu og hann á enga virðingu handan neinum og hans eina virði, málið það, hann á ekkert innra virði, hann á bara kindur. Já. Hann á kindur. Og svo þegar hann í upphafi bókarinnar á samtal við sér nánasta aðstandanda sem að hundstíkin. Já. Hundurnars nánasti aðstandanda hans og það eru 4 tíkur í beinan kvenlegg sem eru í gegnum alla bókina nákvæmlega gerð grein fyrir þeim og það hans nánasti aðstandanda alltaf af hverju vegna þess að þegar þú ert í samskiptum við hund þá engin spurning hver ræður það svona svo núllstillandi að vera með hund Jú. og ekkert að því stórkostlegt og bara eigi sem flesta hunda en vandi Bjarts allan tíman vanvirknin sem að ég leyfi mér að orða svo að að því leyti sem ég horfi bara á heiminn frá sjónarhóli hundsins að því leyti sem ég tileinka mig bara það að horfa á öll samskipti sem stigveldistengsl og ég á bara einn sjónarhól og ég get ekkert farið út fyrir mig og horft á mín samskipti við aðra heldur ég bara hér og allt og Bjartur í sumarhúsum hann þarna og eina virðið sem hann á ytra virðið og hann telur það í kindum og þegar ég í lífinu mínu ef að ég í lífinu mínu sé bara ytra virðið mitt einmitt einhverja prógráður eða peningin á bók eða skrifbók eða einhverjar eignir eða hvaða sem að við teljum til okkar ytra virði sem við erum öll, við erum vonandi öll montin af einhverju og finnst bara teljum eitthvað til okkar ytra virðis bara vonandi, það er bara heilbrigt en að því leyti sem ég á ekki innra virði og að því leyti sem ég veit ekki og alveg öruggum með það að þegar, ef og þegar af því að það ekki spurning það bara hvenær tekur lífið af mér allt það sem ég hef talið mér til ytri tekna hvenær verður heilsan mín frá mér tekin hvenær fer frá mér færni mín og ytri mannvirðingar og ytri aðstæður og svo margt annað sem ég hef talið mér til tekna dag einn eftir ef ég fæ að verða gamall þá mun ég afhenda þetta frá mér hægt og rólega reytir lífið af okkur fjaðrirnar og ég afhendi frá mér ytra virði mitt ef ég skildi verða svo gamall að deyja eins og maður sagði ef ég skildi verða svo gamall að deyja sagði kallinn stóðu algjör húmóristi en ef ég skildi verða svo gamall að eldast og deyja þá og hafa tíma til þess þá mun lífið felað í sér að ég að afhenda frá mér ytra virðið og þá kemur í ljós minn innri maður það er stund sagt öl innri maður elli innri maður Já. elli og sjúkdómar Já. þegar lífið einhvern veginn annarkoð sparkar undir okkur löppunum eða rænir okkur hægt og örugglega það er að segja býður okkur bara afhenda segir lífið búin að hafa þetta láni og þarna reynir á
það er á þessu sviði sem virk og vanvirk samskipti koma í ljós og að því leyti sem ég horfi á lífið mitt sem uppsafnaðan feng þá er ég í vanvirkum tengslum við lífsgæðin. Að því leyti sem ég er ílát fyrir lífsgæði er ég í vanvirkum tengslum við gæði lífsins. Hef neysluafstöðu til maka míns og vinnuna minnar og barnanna minna og sjálfsminn og umhverfisins og alls er bara í neyslu. Að því leyti sem að ég er farvegur lífsgæða. Hvað meinar með því? Í stað þess að safna, að ég spyrji mig, að ég átti mig á því, veitu, það sem ég á, það sem ég tel mig hafa, það sem ég tel mér til tekna. Þegar ég sé að það er einskis virði nema þegar það er á hreyfingu, þegar það flýtur áfram, þegar það sem ég tel mér til tekna afhendist áfram og ég er veitull á gæðin sem ég á. Við þekkjum munin á umgangast fólk sem að er bara sjálflegir safnarar eða veitullir farvegir fyrir það skjól sem þau búa til. Til eru, þetta er spurning virka eða vanvirka afstöðu til eigna, allt sem ég eigna mér, hvort safna ég því fyrir mig og safna skjóli fyrir mig einan eða finn leiðir til þess að safna og vera skjólríkur bæði fyrir sjálfa mig og aðra. Spurning veitula lífsafstöðu eða sjálfhverfa lífsafstöðu. Veitul lífsafstaða er hluti af því að taka virka afstöðu til lífsins. Sjálfhverf lífsafstaða safnarans lokar mann af. Og þegar við horfum á, ef við bara klárum með stóra myndina, stóra myndin í veröldinu, að því við sitjum upp í heimi sem er líffræðilegur fjölbreytileiki jarðarinnar er að fölna undir fótunum á. Já, ég veit ekki hvað eru margar tegundir sem deyja okkur einasta deg. Nákvæmlega. Já. Og það eru við heilsum á hverju ári eru bara færri plöntu- og dýrategundir sem heilsa nýju ári. Það er bara alltaf þannig, búið að vera alveg frá því að ég fæddist. Og það er einhver reikniskekkja í menningun okkar sem gera það verkum að allt sem er viðkvæmt er á heimsvísu að fölna. Og ef við þurfum að vera alveg, við þurfum að vera einbeittan brotavilja, einbeittan vilja til að loka augunum ef ætlum ekki að viðurkenna og ekki að sjá. Já. Og það er nóg að horfa á Amazonskóginn frá loftinu já, til þess að hafa þetta bara alveg. Já, það er bara á loftinu. Já. Og svo höfum við og þetta er vistkerfið, svo sjáum við fátækt í svo mörgum myndum sem er náttúrulega alltaf blasir við og öskrar á okkur. Við höfum einfaldlega bara mannlega heimsk og mannlega greimt og við erum að reyna að skilja, það sem ég er að reyna að skilja hvers vegna lögum við þetta ekki? Og ég er búin að horfa á það náttúrulega bara á íslenskun leveli frá því að byrjaði að vera sóknarprestur og kynntist ég bara er búin að kynna bara fátækt í íslenskri menningu. Það er eitthvað sem gerir það verkum að við unum því svona vel. Af hverju unum við því svona vel að hafa alltaf sömu 6.000 börn, en ekki sömu, við erum alltaf með 9 og 9 fátækt börn á hverjum tíma, bara sirka bát sama fjölda. Það er svona konstant fjöldi af börnum í íslensku samfélagi sem fer fátækur í gegnum æskuna sína. Og það er allir sáttir. Reynum ekki að ljúga öðrum. Það er engin pólitískur vilji til þess að breyta þessu, það er bara engin vilji til þess að gera það og það er ekki að því að það sé ekki hægt, það er löngu búið að sýna fram og það er hægt, það þarf enginn að lifa við sára fátækt á Íslandi, það er hægt að dingla bjöllinu hjá þessu fólki ef hún er virk, banka þá ella, en við gerum það ekki og það líður, ég er búin að fylgjast með þessu núna í 20 ár og ég veit það og ég er búin að vera að segja það frá því allavega síðust 10 árin, heyrðu, þetta er ekki tæknivilla, þetta er ekki það að það sé ekki hægt að laga þetta, löngu búið að sýna fram á það, mér sé að borga sig fjárhagslega, við viljum ekki breyta þessu. Af hverju viljum við ekki breyta þessu? Vegna þess að við erum heimsk og grimm. Í hverju er heimsk okkur og grimmt fólkin? Er það því við erum vonda manneskju? Nei.
Við erum vanvirk og það sem ég að benda á í reyna að draga fram í bókinni annars vegar það að þessi vanvirkni okkar sem bæði á heimsvísu og þjóðfélagsvísu sem birtist bara kristallast í fátækt þar sem við bara kerfisbundið, meðvitað og blygðunarlaust misbjóðum börnum og bjóðum ákveðnum þúsundum barna á hverjum tíma upp á það að fara fátæki gegnum æskuna sína og það eru óafturkræfar afleiðingar og skilar fólki fötluð inn í lífið, tilfinningalega og félagslega bara fötluð. Já, bara skemmandi fátækt. Já, Við vitum öll hvað það er. skemmandi fátækt. Og það er það sem ég að reyna að skilja. Af hverju gerum við þetta? Af hverju meiðum við hvert annars svona? Af hverju erum svona nægjusöm hvert fyrir annars vandi? Þú höfum staðrendirna fyrir framar okkur. Og það er ekki það okkur vantir staðrendir. Það er ekki það okkur vantir upplýsingu. Okkur vantar, og mín niðurstaða er þessi, það er eitthvað sem er ekki huggað. Það er eitthvað varðandi óttan okkar, grunnóttan okkar í lífinu og ég hef áttam á því gegnum sálgæslu bæði störf og lestur að það er tvennt sem við óttumst. Við óttumst dauðan og við óttumst höfnun. Í þessum kalda heimi, við óttumst höfnun og dauð. Þetta er bara grunnótti alls fólks og það er eitthvað þarna. Varðandi það hvernig við förum að því að tækla ótt okkar við höfnun og dauða að ennþá erum við það stödd að við finnum svo mikinn létti þegar einhver annar ber dauðan og höfnunina í formi fátæktar og útskúfunar. Og okkur er svo létt. Við erum sloppin. Já, þetta er ekki ég, þetta er einhver annar og mér getur meira sem þetta rosalega gott að vera mikill hjálpari. Nú kem ég bara hérna og ég bara hjálpa ykkur aumingjunum og bara fjári líður mér vel að því að ekki er það ég sem að hér er fátækur. Þetta er bara svona. Og hvernig þetta breyta þessu? Og fyrst er þá að kortleggja og það er það sem ég er að reyna að gera og þykist vera að leggja drög að og er ekkert einn það, ég er náttúrulega tek fullt af heimildum en ég er að segja hið stóra vandamál heimsins sem birtist í framandleika og vanvirðu í samfélögum manna og birtist svo bara í tærandi samskiptum í nánum tengslum þar sem við elskum ástvin okkar og alltaf þegar við hittum ákveðna aðila sem við elskum svo mikið þá finnum við svo til og skröpum svo mikið botnin og við erum svo bara eigum svo bara finnum svo til og svo skulum við fara onni það þetta tvennt, þarna er vanvirkni, það eru ákveðni þættir, ákveðin grunneinkenni sem að eru alheimsleg og ég held að það sé mjög gagnlegt að við horfumst í augu við það og það sem ég er að gera í þessari bók sem ég vona að komi bara ráðlega út allavega með haustinum er það að ég er að horfa, ég segi bara við lesandann heyrðu, komu nú viðurkennum að við erum systkini, komu nú bara heim í stofu, komum heim hvert nú heim í sumarhús til Bjarts og fjölskyldu við erum öll frá sumarhúsum segi ég, vegna þess að við erum það við sem þjóð, þess vegna er þetta bókmenntaverk er svo brilljant og ofboðslegt og það misbýður mann svo mikið vegna þess að það segir svo mikið sannleika það hvernig það er að vera Íslandingur og hvernig það er að vera manneskja og hvað við erum vond hvert við annað. En nú þarf þú aðeins að stoppa af því að yes. Þú er svo mikið að tala um meðvirknina. Já. Ég er bara ekkert 100% viss ég veit hvað meðvirkni er. Hvernig veit ég hvenær ég er meðvirk? Er ég ekki bara umhyggjusöm? Er ég ekki bara rosa mikið að láta með annað fólk varða og að því maður sé meðvirka fólki, það er að hugsa fjölskyldinu sína, er það ekki? Jú. Já, því er ekki saman. Og við erum, það er nefnilega það. Hvað er að vera meðvirk? Já, og þess vegna er þessi spurning, er ég ekki bara umhyggjusamur og er ekki umhyggjusöm? Af hverju er alltaf verið að segja maður sé meðvirkur ef maður er góður? Og þarna liggur okkur vandinn vegna þess að við viljum allir vera góð og okkur ekki gott að vera góð. Já, og við viljum vera góðu fólki okkar sem er næst okkur, skiptir okkur mestu máli. Já, og við eigum að vera það. Já. Við eigum að vera það. Já, alveg. Og það er bara, þegar einhver besta skilgreining á þessu sem ég lærði af góðum manni, hún var þessi, meðvirkni er meðal annars það þegar maður keyrir mannkosti sína úr hófi fram. Já.
þegar ég keyri mannkosti mína úr hófi fram, þegar ég elska með þeim hætti að ég gef eitthvað sem að veldur mér gremju að gefa með þeim hætti sem ég er að gefa. Kæfir með elskunni þinni. Já, eða kæfir með elskunni, veld ég vel gremju þeim sem þykkur eða veld sjálfur mér gremju með því afhenda. Já. Þegar gremjan kemur, ætlar einhver að ljúga en það þekki ekki gremju. Við þekkjum alltaf gremjuna. Gremjan vaknar og hún er svona eins og rautt ljós á mælaborði tilfinningalífsins, og ef ég er í samskiptum fólk, ég finn alltaf þegar ég er í tengslum við þennan aðila, þá koma þessi gremju moment. Þá veit ég, heyrðu, já, við erum hér, það er eitthvað varðandi okkar samskipti sem er vanvirkt. Stundum vakna gremja, eða ég er að gera eitthvað og ég er í samskiptum og ég veit að í samskiptum þennan aðila er ég með eitthvað sem ég geri að ræna að þroska. Já. Svona eins og þegar maður er alveg lítið barn og maður gerir alltaf mikið fyrir það og það lærir ekki að gera hlutina sjálf. Já, eins og bara foreldrar sem eru ennþá að halda á barninu sínu löngu eftir að læra að ganga og bara barnið bara snertir ekki bara þyrlu foreldrarnir, Þannig að það er dæmi mannvirkni og ef ég umgengst barnið mitt þannig að það fær ef ég ofvernda það eða hinar öfgarnar sem eru jafna vanvirkar og ekki síður slæmar, ef ég umgengst barnið mitt þannig að þegar það hefur þarfir þá bara sé það ekki. Ég bara skamma það, ég bara hæðist að því og barn kemur og segir heyrðu, ég á einhver úlpu, ég þarf að koma haust og hvað verður allar úlpur sem þú færð? Ég veit ekki betur að þú hefði fengið úlpu fyrir og svo bara byrja þetta, skilur. Þeir eru alltaf öll vitum að krakkar eru rosa duglegir að tína úlpunum sínu. Já, börn eru sem er gremjulegt. Já, einmitt. En kannski ekki alveg því að kenna, Nei, börn eru börn. Í virkum fjölskyldum, þá að því leyti sem eru virk og heilbrigð, við erum alltaf höfum á hreinu. Engin fjölskylda er bara virk, engin fjölskylda er bara vanvirk. Við erum öll bland af öllu. Og þannig er einmitt og við erum ekkert undanskilin þar sem fjölskyldu meðlimi, okkar samskipti bæði virk og vanvirk auðvitað og verður á meðan bæði lifa en maður reynir að bæta sig, maður reynir að vinna með þetta og góð skilgreining önnur er þessi: í virkum fjölskyldum uppfyllir fullorðna fólkið þarfir barnanna sinna. Í vanvirkum fjölskyldum uppfylla börnin þarfir fullorðna fólksins. Og það er svolítið gott að skoða þetta. Og þegar maður hugsa allir barnanna sinna og horfir á þau eða börn horfa á foreldra sína og maður er að vega og meta samskipti sín við foreldri sem maður byrjar að gera, fyrstu 20 árin er maður fæðist inn í einhverja fjölskyldu, maður er þarna í 20 ár, restin af ævina er maður velta fyrir sig, hvað var í gangi það? Var þetta alveg í lagi? Hvað var að gera það? Og var þetta í lagi? Og þegar maður er þarna sem fullorðin manneskja að vega og meta, hvernig eru þessi samskipti mín við líffræðilega eða mína nánustu uppalendur, já, þá þarf maður að horfa á það, heyrðu, aðkomurleiti er ég sem barn að uppfylla þarfir foreldra minna. Virkar fjölskyldur hafa að því leyti sem við erum virk og náum að vera virk og heilbrigð. Þá höfum við þekkingu sem fjölskyldukerfi á eðlilegum þörfum barna, tökum mark á þörfum barna, tökum mark á því börn eru mjög varnarlaus og barnaleg, vanþroskuð, ófullkomin, með takmarkalausa orku að því er virðist. Það vita allir sem hafa reynt að fara í vassrennibraut með börn. Og ef að 3 ára barn liggur öskrandi á jörðinni, þá lyftir maður upp og tala við það og huggar það og dreifir huga þess. Ef 7 ára barn gerir nákvæmlega sama, þá höfðar maður til skynsemina sem er vöknuð í heilanum á því og hjálpar því að vera á sínum aldri, maður styður án þess að niðurlega og styður maður sem barnið inn á sinn stað í þroska. En það sem er mikilvægt í þessu að átta sjá, og ég vil koma að áður en við að því þú varst að spyrja hvernig veit maður hvort maður er vanvirkur. Þá kannski segjum við að 7 ára barnið, veistu hvernig þú ert að láta mig líta út? Já. Það er kannski bara svona praktist dæmi. Heyrðu, bara tölum nákvæmlega það. Hvað væri að gerast í hausnum á móður sem segir við 7 ára barn, hvernig heldur þetta að líta út fyrir mig og þú liggur hérna í gólfinu?
eitt höfuðeinkenni vanvirks ástands það að maður á svo erfitt með að finna viðeigandi sjálfsvirðingu. Ef að við núna á eftir, þegar þessu streymi lýkur, ef við eyðum restin af deginum í það að velta fyrir sig, var þetta í lagi? Sko, Hvað finnst fólk? þá það vegna þess að því leyti sem það væri, þá værum við með óuppgert innra virði. Óskýrt innra virði. Sko, ef maður til dæmis rekur við í fjölmenni, sem vandræðalegt. það til heilu YouTube þættir sko, þar sem að hlustum á veðurfrækna mannin reka við, Já. sko, ef maður rekur við í fjölmenni, hvað gerist? Sko, ef að ég þar, að það bara opnast niður til helvítis og ég að sturtast niður í sko djúpa persónulega vanlíðan yfir því að hafa gert eitthvað svona blygðunarfullt sko, afhjúpa það að ég rek við svona fólk, þá það dæmi það að ég mjög erfitt með að upplifa viðeigandi sjálfsvirðingu. Það munur á, og vegna þess að þá skömmin, þessi ofboðslega djúpa, þessi tilfinning fyrir að vera allur ómögulegur, þessi lamandi tilfinning fyrir því að vera bara kúkur í sundlaug, sko, ef að hún þarna alltaf fljótandi og ég hef ekki með ávarpað hana sem fullorðinn maður og tekið utan um hana og fundið leiðir til þess að hugga hana, ef hún alltaf bara að sullast þarna sko, þá bara við minnstu tilvik, bara þegar afgreiðslubarnið í bónu segir, kortið þetta ekki að virka, það höfnun á kortinu þínu. Og maður horfir á vörðnar, maður horfir á fólkið í röðinni og maður bara byrjar að hrapa. Ef ég hrapa þarna og upplifið að núna ég einskisvirði vegna þess að kortið mitt eitthvað lokað, sko, þá ég einskisvirði, ég finn bara þytinn í eyrunu þegar ég að hrapa og ég get ekki náð sambandi við framheilann á mér. Sko, að því leit sem ég þarna, þá ég að díla við mjög alvarlega vanvirkni og við erum öll að því að einhverju leyti. Og hún hefur áhrif. Sérstaklega í nánustu samskiptum. Hún gerði það verkum að við eigum svo erfitt með að viðhalda nánd vegna þess að við eigum svo erfitt með að halda mörkum sem virka vegna þess að sko, þetta grundvallarmál að geta haldið mörkum sem virka ef að persónurnar í lífinu þínu sem að vilja orkuna þína, vilja tímanum þín, vilja penningana þína, svo áttu 30 skall og þá kemur þessi sem alltaf kemur, þá veitu þú 30 skall og segir, mjög vantu 30 skall og þú bara, að því að þú ert svo vanvirk, það fer alltaf, skilur, og þú fullur að gremju og hérna, sko, að því leit sem þessa persónu sem að með einhverjum hætti, svona fjárhagslega, orkulega, tímalega, félagslega mergsjúga þig, að þú getur ekki dregið þessu mörk, segjum þetta sem mamma þín og þú ert ennþá sem fullorðin manneskja bara ennþá með húnin utan þannig að mamma getur bara gengið að þér tekið í húnin á tilfinninglífinu opnað og bara sturtað sínu tilfinningu og sagt takk fyrir, mér líður betur núna skilur, og þú ert honum 50 manneskja og þú ert ennþá að láta mömmu bara taka, opna tilfinninglífið, tróða sínu tilfinningu eins og hún gerði þegar þú varst barn og hún ískilum með pappaðinn og skella aftur og bara henni líður bara skál sveimurinn líður ekki skál skilur, þessi tegunda samskiptum þetta svona hypervanvirk samskipti og þá verður þú sem fullorðin manneskja, þú verður að hætta að kenna mömmu þínum. Þú verður að fara þá verður þú að standa í lappinu, þú teldu árin þín, þú ert fullorðin, skrúa niður fjandashúnin, byrjaðu að vera fullorðin, vertu sjálf þín mamma, vertu sjálfur þín pappi og þegar þú svo hittir mömmu þína, þegar þú ætlar að elska hana, sko, dragðu þau bara út mörkin þín. Og leyfðu henni bara að segja það sem hún segir án þess að hafa áhrif á þig, svo koma orðin og nei, þetta ætla ég ekki að heyra, hér kemur eina ferðina enn hvað ég sé eitthvað, þurfi að laga betra á mér hárið eða eitthvað og þá bara víkja mér undan og orðin fara þangað. Það enginn sem segir að orð sem eru sögð þurfa að fara beint á vonda staði. Nei. Það þín ákvörðun. Og þarna þarf maður, að því leit sem við erum vanvirk eins og við erum öll, þurfum að læra að hafa mörk sem virka, draga út mörkin með góðri samvisku og hleypa fólki jafn nærri okkur og það á skilið í ljósi tengsla og ekki að láta fólk með okkur, við þurfum ekki að gera það. Nei. Og gæta þess að leið, sko, svo getur þetta bara snúist nákvæmlega við. Það getur bara vel verið að þú í þínu lífi, í nánu samskiptum með einhvern, sért alltaf að meiða. Ég meina að segja svo að maður búin að draga þessi fínu mörk, sko,
og svo kemur mamma og þá bara drullaði þig burt, ég hata þig. Já. Meina, Nei, og þá ertu ekki í mörkunum. nei, Þá ertu ekki, þú ert alltaf búin að ba. Já, það ekki að draga mörk. Nei. Það markaleysi. Þegar við þurfum að skamma, þá alltaf þegar við skömmum annað fólk, þá erum við að taka skammir, við erum að taka skömmin og skítinn úr okkar eigin taugakerfi og skutla þið inn í annan nærliggjandi taugakerfi. Þannig virkar allt ofbeldi, þannig virkar allt markalaust, sko, þannig að alltaf þegar við hækkum röddina á annað fólk, gefum, sko, og yfir höfuð, hraunum yfir aðra, þá erum við að taka eigin tilfinningaskít og dæla honum inn í nærliggjandi taugakerfi sem bara hentugt, þarna á staðnum. Og þannig að ef sá sem að díla við mömmu sína, eins og við höldum bara áfram með mömmu dæmið, ef það svona markalaus samskipti milli kynslóða, að þá lagar maður ekki með því að snúa því við og vera sjálfur aggressífur, maður lagar það með því að vera fullorðinn, vera þroskaður, hafa eðlilega fjarlægð og segja við mömmu, mamma, ég elska þig og ég vil, mér langar að vera í tengslum við þig, ég vil hitta þig, gera þetta og þetta og þetta, það sem ég þarf svo að gera án þín er þetta og þetta og þetta og svo á ég bara líf og ég þarf ekki að útskýra allt fyrir þér. Og maður dregur sín mörk sem fullveðja manneskja. Þetta snýst á endanum það að vera fullorðinn og draga sín, sem sagt, taka ábyrgð á óvelkomnu tilfinningum sem eru í hausnum á okkur öllum og í maganum á okkur öllum. Og bera ábyrgð á þeim sjálfur. Og bera ábyrgð á þeim sjálfur og læra að gera það. Og þá það, að lokum, sko, ef okkur á að takast það, og nú eru kannski ýmis sko að hlusta á okkur og hugsa og finna bara, já, heyrðu, og það eru bara persónur í líf okkar allra sem komu upp. Ég veit að til dæmis fyrir sjálf mig, ég veit að í dag ég í samskiptum, sko, ég klárlega í vanvirkum samskiptum 2 aðila í mínu lífi, ennþá. Ég búin að vera með vanvirkn og heilanum. Og samt veistu hvað þetta og þetta stöðu vinna, að halda sér vinna með að vera heill. Og, sko, númer 1, fyrsta sem við verðum að gera öll. Það bara það sem að, sko, 12 spori fela í sér raunverulega. Þetta sko, að játa vanmátt okkar og gera okkur, sko, una eigin veruleika, una því að ég hef þessar sársaukakenndir, ég hef ásökun og sektarkennd og samanburð og skömm og lágt sjálfsmat og jafnvel andúð og fullt af svona svörtum, seigfljótandi, sársaukaföllum, óvelkomnum tilfinningum og þær eru í okkur öllum. Og þær eru ekki réttar og þær eru ekki rangar, það bara eru. Svona að vera manneskja. Og hvað á ég að gera við óvelkomnu tilfinningarnar mínar? Ekki fela þær og bæla þær, ekki taka þær og fleygja þeim í andlit á fólki. Ég þarf að una því, ég þarf að gangast við eigin veruleika, ég þarf að geta tekið þessar tilfinningar, lagt þær upp á borð, horft á þær. Fengið jafnvel öruggan aðil til að horfa þær með mér. Og það sem gerist þá, þegar ég byrja að una eigin veruleika, þegar ég tek skömmina, skítinn, tilfinningarskítinn sem það höfum og ég set hann upp á borð. Ekki að fela hann, ekki að fleygja honum í andlit og neinum, ekki neinu stjórnleysi, þetta bara hérna og þetta ekki rétt, þetta ekki rangt, þetta bara Þá gerist það stórkostlega og þetta það sem ég elska að sjá. Þegar skömmin og skíturinn, skelfingin í hjartanu, tilfinningin fyrir því að vera svo ónógur og hafa einhvern veginn bara... Allir hljóta hafna manni. Já, allir bara út af dollu, sko. Allir hljóta hafna mér út af dollu. Sko, allt í einu þetta. Og þá gerist það að það verður sko bókstaflega svona bara efnabreyting í skítnum og skömminni. Það sem áður var bara skelfing og tabú og maður beið eftir að himnarnir myndu hrynja ef þetta væri sagt og sýnt og sagt og talað allt í einu þetta þarna. Og þá gerist það sem gerist í sögunum af tröllunum í fjöllunum þegar það vita allir hvað gerist þegar tröll í fjöllum eru á ferðinni og komast ekki inn í hellinn sinn á réttum tíma sko, og sólin skín á það þegar þeim seinkaði, allir þekkja þessar ævafornu sögur, þær eru þetta. Hvað verður tröllin þegar sólin skín á þau? Þau verða steini. Og svo standa þarna til eilífðarnóns og eru hætt að vera hættuleg. Þannig það með ofbeldið, gjaldþrotið, framhjáhaldið, skelfinguna, skítinn og skömmina.
þegar við megnum að leggja þetta upp á borðið, horfa á hlutina, anda inn í situasjónuna, una eigin ástandi, taka þeir lífið mitt eins og það er ekki eins og ég ætlaði að hafa það. Þegar ég anda inn í, þegar ég gengst við eigin veruleika sem fullorðin manneskja og hætti að láta aðra bera ábyrgð á því að tek ábyrgð á sjálfur og reikna með því að aðrir bera ábyrgð á sér, þá byrjar það að skapast að það sem ekki í lagi, það sem einmitt skítur og skömm, og það bara byrjar að breytast og verður allt í einu að kunnuglegu kennileiti í landslæginu mínu. Og hjónin, þar sem að framhjáldi varð geta 10 árum síðar, verður bara ísbíltúr og svo er bara sagt, heyrðu, veitu, hvenær giftuðu sig þetta, var það þarna framhjáldsárið? Allt í einu er bara það sem var svo skelfilegt, allt í einu bara hægt að tala, allt í einu þetta er svona eins og fyrir eftir gos hjá Vestmannaeyingum, skilur. Hræðilegi hlutur allt í einu bara hlut, já, þetta er svona. Og það er ekki eins og það sé í lagi og hafi bara, nei, það sem var ekki í lagi, en það hefur ekki lengur vald. Og allt í einu, og það er þarna sem frelsið er og virka frelsið. Og þá er ekki búið að segja, já, það var allt í lagi þó þú héldir fram hjá mér líður að vísu alltaf mjög illa á nóttunni, skilur, það er ekki þetta. Nei. Það er búið að ná heilsu, það er búið að kosta það sem það kostar, það er búið að koma hlutum úr hreint, það er búið að segja sannleikann og það er hægt að fela, það er hægt að, við erum ekki lengur í stjórnleysi, við bara tölum hlutina eins og þeir eru. Þannig getur maður þurft að fá utan og koma til hjálp, en heilbrigði liggur í þessu. Og þannig geta stór fjölskyldur orðið nógu góðar, það er ekki til neinar góðar stórfjölskyldur, það er ekki til neinar stórfjölskyldur, það sem er ekki eitthvað ömurlegt er bara allir bara oh shit, sko, það er ekki, ég allavega ekki rekist á hana ennþá, þó vinn ég við að skrifa ævaðatrið, en allt í það ósagða það er ég útför, sko, en það eru til nógu góðar stórfjölskyldur, þessum börn fæðast inn og finna, það sýna allir öllum virðingu og það eru allir í sambandi, það er ekki framandleiki, það er ekki vanvirða, það er virðing og samlíðun, en það er ekki allir einhverjum rosalega vinur og það er ekki allir saman í útilu og endilega, fólki líka misvel hvert annað, það er allt í lagi, við erum bara stórfjölskylda, það er allt í góðu. Ok, ég svona, við erum búin að tala svolítið lengi. Þetta er svo stórt, ég held að einmitt, þetta er efnibók. Já, þetta er efnibók, það er margt fleira að segja. Já, en ég vona að einhverjir sem eru að hlusta hafi fengið aukna innsýn inn í, hvað þetta er flókið, að eiga í nánum samskiptum og eiga fjölskyldu og tala nú ekki stórfjölskyldu og hvernig við getum einmitt, haft eðlilegu mörkin okkar, passað upp á að börnin, að þau þrífist og þau líði vel. Og kannski þetta fengum við smá innsýn inn í ennþá stærra samhengi. Þetta með þjóðfélagið okkar. Erum við kannski í vanvirku þjóðfélagi? Það er allan ákveðna vísbendingar það. Af því það er ekki öll börnin okkar að þrífast. Nei, þau eru ekki öll að þrífast og svo er bara náttúran ekki að þrífast og einmitt okkar göngulag, við þurfum að skoða það og það er alltaf fólki að taka ábyrgð á endanum. Og núna stöndum við fram fyrir því sem nattrænir heimsborgarar að horfast í augu og spyrja okkur, ætlum við að taka ábyrgð? Alveg sem ég þarf að taka ábyrgð, hvað var mömmu minni, skilur við? Og þannig þarf ég líka að taka ábyrgð, þurfum við sem ábyrgir heimsborgarar að taka ábyrgð gagvart nettinu og taka ábyrgð á bara okkar svona... Hvernig við umgöngust móður jörð. Já, þetta er nefnilega sami hlutur og þarna eru mikil verkefni og það sem ég segi við þurfum að þekkja okkar eigin veruleika og þekkja munin á hollum og óhollum sársauka. Við þurfum að geta beitt okkur aga, við þurfum að beita mannkostum okkar svo megum ekki keyra það úr hófi fram og við þurfum og á endanum verða alltaf þetta, ég þarf að una eigin veruleika og ég þarf að taka ábyrgð á sjálfum mér og vænta þess að aðrir taki ábyrgð á sér. Þetta er svona kjarnaatriði. Já. Takk fyrir. Vona einhver skilji eitthvað. Já. Og takk fyrir að vera með okkur. Vonandi hafa einhver hlustað á alla 3 fyrirlestrana. Ég hafði allan á gott að þeim öllum.
og við höldum náttúrulega bara ótröð áfram í Vídalínskirkju, við höldum áfram að plana eitthvað skemmtilegt og áhugavert og vonandi gagnlegt. Það er nú svona stóra markmiðið okkar. En takk fyrir að þessu sinni.